En það helgina fjör í Flóa eins og margir vita, mikil hátíð, sveitahátíð sem þeir kalla í Flóarhreppi, byrjar á morgun má segja og meðal dagskrárliða á morgun göngutúr eða kvöldganga gamla Ásaveginn og þar ætlar Kristín Stefánsdóttir og Ólafur Einarsson, þau eru bæði á Hurðabæki, þau ætla að vera með leiðsögn og við höfum náð símasambandi við hana Kristínu. Sælvertu Kristín. Já, komdu blessaður. Já, þessi göngutúr eða kvöldganga á morgun gamla Ásaveginn. Segðu okkur aðeins frá þessari leið, þessi Ásavegur, gömul þjóðleið. Já, þetta gömul þjóðleið, bara jafnvel frá landnámi. Þetta raunin þjóðleiðin niður að Eyrarbakka. Ó, já. Úr sveitónum sem sagt. Já, já. Efri hluta Flóa og upp sveitum Árnessýslu, Rangárvallasýslu og jafnvel Skaftafellssýslu líka. Aha, já. Og þetta var náttúrulega, Eyrarbakki var þá aðal kaupstaðurinn eða eini kaupstaðurinn á Suðurlandi. Já, jú. Þéttbýlið og þangað komu skipin. Já, þangað kom varningurinn sem allir þurftu og vildu. Já. Já. Og bændafólki fór með sína vöru, ullina og annað sem þeir gátu selt í staðinn. Já. Og þessi leið náttúrulega tróðin bara af ríðandi fólki og lestarferðum. Já, og það mótar vel fyrir þessum vegi ennþá? Já, það mótar mjög vel fyrir honum. Sko, þessi kapli sem við ætlum að ganga er 6 kilometrar. Og það búið að stika þá leið. Já. Sem gönguleið fyrir alla. Já. Og það stendur til sem sagt að ganga þá leið og hún byrjar sem sagt við afleggjarann hérna heim til okkar og það heitir Orustudalur þar. Ó, já. Og síðan liggur þessi leið bara eftir ásónum hérna, svona þessum hálendis ásum. Já, þetta eru hæstu punktarnir í Flóarhreppi, ekki? Já, einn punkturinn er hæsti punkturinn, en sem sé gatan sjálf, hún eiginlega ótrúlega niðurgrafin, svona víða. Já. Og sett eftir mikla umferð. Jú, gegnum aldirnar. Já, en svo lendir maður þarna upp á hæsta punkti og ef að veður bjart og fagurt, að þá sér maður hreinlega allt umkring. Já. Afskaplega falleg fjallasýn og til sjávar og Já, en til fjalla. Já. Og þú segir, þið ætlaði að leggja af stað við Hurðabakks afleggjaran og þar á að mæta hvenær? Já, við mæta svona rétt fyrir 8, við leggjum af stað klukkan 8. Já, og göngum þessa leið og að Skotmannshól, það er svona vegamót þar, má segja, hefur verið og þar skiptist leiðin á eiginlega ferjustæðina. Já. Á Egilsstaðaferju, Króksferju og og svo leiðin upp í sveitir, upp í Skeið og það mótar mjög vel fyrir öllum þessum leiðum frá Skotmannshól. Já. Og við sem sagt förum að Gilvaði, sem sagt endum við afleggjaran heimann Hausi. Já. Sem sagt eiginlega niður við Flóaveg. Já. Þar eru komnir þessir 6 kilometrar. Já. Og þarna meg allir bara koma og vera með sem vilja? Allir koma sem vilja og það náttúrulega veðrið verður kannski svolítið happdrætti fyrir okkur. Jú, það er nú eins og venjulega, það er alltaf svolítið happdrætti að hitta á fallegt veður. Já. En það verður allavega þokkalega hlýtt. Já, svona þokkalega. Já. Fólk náttúrulega bara verður að klæða sig eftir veðri. Eftir veðri náttúrulega, já. Eins og alltaf er. Já. Þessi gang ekkert strempin, þetta bara... Nei, þetta svona eiginlega nokkuð og jafnsléttu. Já. Það var að segja það og náttúrulega sumt eru svona moldargötur og þannig svolítið svona þungfært þannig, sko. Já. En þetta allir sem eitthvað geta gengið ef að fólk bara átt að sjá vegalengdinni hvaða þolir. Já, hvað giskar þá að þetta tæki langan tíma? Já, ég held að hljótunum taka 3 tíma. Já.
Ég held það þegar við stoppum svona eitthvað líka. Það ekki, já. Stoppið og segi frá. Já. Ýmsu sem fyrir augu ber og kannski rifið upp einhverja gamla sögur. Já, það verður rifið upp gamla sögur sem að tilheyra, sko. Já, ég veit að þetta getur bara verið gaman, svona þægileg kvöldganga á fallegu vorkvöldi í flóanum. Já. Og spillir ekki að hafa góða leiðsögum með því takki það ykkur hjónin. Já, við reynum hvað við getum. Já. Bestu þakki fyrir þetta, Kristín, og ég veit að þeir sem að mæta til ykkar annað kvöld, þeir munu hafa gaman af. Já, bara takk fyrir. Hottri og góðri úti vist. Þakkaði fyrir þetta. Já. Blessuð. Bless. Já, þetta var Kristín á Hurðabæki, Stefánsdóttir, ætlar að taka sér að vera með leiðsögn þessa fornu leið, Ása veginn, og maðurinn hennar, Ólafur Einarsson á Hurðabæki, þau bæði tvö ætla að stýra þessari göngu. Mæting rétt fyrir klukkan 8, annað kvöld, föstudagskvöld, og þetta gæti verið svona uppmyndið 3 tíma ganga, það var að leggja stað klukkan 8. 6 kilometra vegspotti. Eins og ég sagði, þetta bara gaman og tilhöfkunar efni fyrir þá sem að drífa sig í þessa gangu.